Síðasti liður á dagskrá okkar í dag fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2009 endurskoðun og það Hermann Jón Tómasson sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Sú fjárhagsáætlun sem hér lögð fram í endurskoðaðri útgáfu var sannarlega unnin við erfiðar og óvissar aðstæður í byrjun þessa árs og samþykkt eftir seinni umræðu í bæjarstjórn þann 20. janúar síðastliðinn með 11 samhljóða atkvæðum. Vegna þeirrar erfiðu stöðu sem upp á komin sammæltust bæjarfulltrúar að koma sameiginlega að þessari vinnu. Full ástæða til að þakka bæjarfulltrúum það góða samstarf sem var einn liður í því að tryggja samstöðu erfiðar ákvarðanir á erfiðum tímum. Að venju var gert ráð fyrir 200 íbúa fjölgun á árinu en þegar litið til íbúa fjölda á þessum tímapunkti virðist ljóst að sú forsenda mun ekki halda. Nú í dag eru skráðir 17.557 íbúar á Akureyri sem raun fækkun 57 íbúa frá 1. desember síðastliðnum þegar búið að taka tillit til íbúa fjölgunar vegna Grímseyjar. Í áætluninni var gert ráð fyrir raunlækkun skatttekna þrátt fyrir að Akureyrarbær nýtti sér, eins og önnur sveitarfélög, heimild til hækkunar útsvars 0,25%, eins og sum önnur sveitarfélög, ætti nú kannski að segja þarna. Áætlunin gerði ráð fyrir að verðlag myndi hækka 7% á árinu og að gengi krónunnar yrði óbreytt frá upphafi til loka árs. Nú gert ráð fyrir að verðlagsbreytingar á ársins verði 7,9% og staða krónunnar nokkru verri nú á haustmánuðum en hún var í upphafi þessa árs. Þessar fyrirséðu erfiðu rekstrarforsendur kölluðu á viðbrögð og mikið aðhald í rekstri. Ákvörðun var tekin að vernda störfin hjá bænum eins og kostur var og leggja alla áherslu á aðhald sem ná mætti fram án uppsagna. Dregið hefur úr kostnaði vegna launa og launatengdra greiðslna með því að draga úr yfirvinnu, vaktaálagsgreiðslum og fleiru það sem mögulegt var. Að auki var ferðum starfsmann út fyrir bæjarmörkin fækkað og ferðatengdur kostnaður lækkaður og laun bæjarfulltrúa, nefndarmanna og bæjarstjóra voru lækkuð 10%. Ýmsir þjónustu og rekstrarsamningar voru endurskoðaðir og rekstrarframlög samkvæmt þeim lækkuð. Niðurskurður var á öllum vörukaupum og endurnýjun búnaðar á stofnunum. Dregið var úr námskeiðahaldi, símakostnaður lækkaður, sumarakstri strætisvagna var hægt helgar og þannig mætti lengi telja. Alls má ætla að þessar aðhaldsaðgerðir hafi skilað 300–400 milljónum króna á þessu ári. Ljóst að það hefur þurft að þrengja starfsemi bæjarins til að tryggja að þessi áætlun næði fram að ganga. Af samræðum við starfsmenn má almennt ráða að þeir skilja vel þá erfiðu stöðu sem við glímum við og mikilvægi þess að á henni sé tekið. Það jafnframt ljóst að flestir gera sér góða grein fyrir nauðsyn aðhaldsaðgerða og fyrir það full ástæða til að þakka. Ég mun nú gera grein fyrir helstu niðurstöðutölum endurskoðaðrar áætlunar og frávikum frá upphaflegri áætlun. Fyrir bæjarfulltrúa rétt að benda á að þessar upplýsingar að mestu að finna á blaðsíðu 15 í áætluninni. Skatttekjur verða nokkru meiri en gert var ráð fyrir í upphafi árs, eða sem nemur 426 milljónum króna. Þar af nemur áætluð hækkun útsvars 318 milljónum og hækkun jöfnunarsjóðs 73 milljónum króna. Jafnframt gert ráð fyrir 40 milljón króna hækkun fasteignaskatts en 5 milljón króna lækkun lóðarleigu. Aðrar tekjur hækka samkvæmt endurskoðaðri áætlun rúmar 70 milljónir. Á móti auknum tekjum kemur fram hækkun útgjalda sem nemur 378 milljónum króna í rekstri aðalsjóðs, auk þess sem fjármagnskostnaður hækkar tæpar 36 milljónum króna og áætluð framlög til eigin stofnana rúmlega 58 milljónir. Stærstur hluti þessarar útgjaldaaukningar á rætur að rekja til þátta sem bæjaryfirvöld höfðu litla sem enga stjórn á. Þannig hækkar launakostnaður í aðalsjóði 120 milljónir vegna hækkunar tryggingagjalds, niðurstaðna starfsmats og kjarasamninga sem gerðir voru á árinu. Með sama hætti hækkar húsnæðiskostnaður tæpar 100 milljónir vegna óhagstæðari verðlagsþróunar en vonir stóðu til.
Af heildarútgjaldahækkuninni eiga 164 milljónir rætur að rekja til hækkunar á þjónustukaupum, vörukaupum og fleiri liðum. Rekstur aðalsjóðs skilar samkvæmt þessu heldur meiri afgangi en áður var gert ráð fyrir, tæpum 257 milljónum í stað rúmlega 232. Afkoma A-hluta einnig nokkuð betri en upphafleg áætlun gerði ráð fyrir, eða sem nemur tæpum 87 milljónum króna. Þegar litið er á niðurstöður A-hlutans í heild gert ráð fyrir að halli á rekstri hans á þessu ári verði tæpar 985 milljónir, en í upphaflegri áætlun var gert ráð fyrir 1 milljarði og tæpum 96 milljónum í tap. Þetta þýðir að rekstur A-hlutans 111 milljón krónum betri en upphaflega var gert ráð fyrir. Sömu sögu að segja þegar litið til B-hluta fyrirtækja. Afkoma þeirra nokkru betri en ráð var fyrir gert í upphaflegri áætlun, eða sem nemur 44 milljónum króna. Skýrist þetta fyrst og fremst af hærri tekjum sumra fyrirtækjanna, til dæmis Hafnasamlagsins. Áætlunin gerir því ráð fyrir að samstæðan í heild verði rekið með halla upp á tæpar 900 milljónir króna, en upphaflega áætlun gerir ráð fyrir að halli samstæðunar yrði 155 milljónum hærri, eða 1 milljarður og 53,5 milljónir. Þann 1. júní síðastliðinn sameinuðu sveitarfélögin Akureyri og Grímsey og nú sér þess stað í endurskoðaðri áætlun hins sameinaða sveitarfélags. Ætla má að viðbótartekjur vegna Grímseyjar verði og yfir 50 milljónir á þessum seinni hluta ársins, en útgjöld 45 milljónir króna. Akureyrarbær hefur staðið í verulegum framkvæmdum á undanförnum árum og þannig það einnig á þessu ári. Nú er verið að ljúka byggingu fyrir hluta Naustaskóla og í byrjun júlí lauk framkvæmdu við íþróttasvæði og stúku á Þórssvæðinu. Á föstudag voru opnuð tilboð í framhald byggingar íþrótta- og fimleikahús við Giljaskóla og framkvæmdi við menningarhúsið Hof halda áfram. Í framkvæmdaáætlun nú gert ráð fyrir að framkvæmdir A-hluta á árinu munu kosta 2 milljarða og 318 milljónir. Þetta hækkun upp á 240 milljónir sem skýrist af meiri kostnaði við Þórssvæðið en ráð var fyrir gert í upphaflegri áætlun. Nokkrir litlir viðbótarliðir bætast við áætlunina en á móti lækkar kostnaði þessa árs vegna íþróttahússins við Giljaskóla. Kostnaðurinn mun í meira mæli falla til á árinu 2010. Ég mun ekki fjalla frekar hina endurskoðuðu áætlun. Í sundurliðunarbók geta bæjarfulltrúar fengið skýrari mynd af þeim frávikum sem hér hefur verið greint frá. Eins og fram hefur komið má segja að áætlunin sýni heldur jákvæðari mynd af rekstri bæjarins en ráð var fyrir gert við upphaf árs. Engu að síður verulegt tap af rekstrinum á þessu ári og það erfiða verkefni bíður okkar að ráðast í aðgerðir sem nauðsynlegar eru til þess að eyða þessum halla. Ég vil að lokum þakka öllum þeim starfsmönnum sem þátt tóku í vinnu við endurskoðun fjárhagsáætlunar að þessu sinni fyrir þeirra þátt í þessu verki. Sérstaklega vil ég þakka hagskýrslustjóra Jóni Braga Gunnarsinni fyrir hans verkstjórn og utanumhald vegna þess. Loks legg ég til að endurskoðuð fjárhagsáætlun verði samþykkt að loknum umræðum fyrir bæjarstjórn. Orðið laust undir þessum leið. Jóhannes Bjarnason tekur til máls. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, ég þakka bæjarstjóra þessa yfirferð sem sýndi okkur ágætlega í raun og veru það sem við höfum verið að glíma við og erum að fara að glíma við. Því að verkefnið er síst minna framundan sem við þurfum að takast á við, varandi rekstur og í raun allan hluta okkar fjárhagslegu afkomu. Það vill þannig til að það nefnt, það talið að það sé núna ár frá því að þessar efnahagshremmingar steyptust yfir okkur með þeim afleiðingum sem að við erum að berjast við í þessari fjárhagsáætlunargerð okkar, hvort sem hún svo endurskoðað núna eða svo nýja sem blasir við okkur. Við þurfum auðvitað að reiða okkur ansi mikið á það umhverfi sem okkur boðið
upp á af ríkisvaldinu og það umhverfi því miður mjög dapurlegt í dag. Það versta sem getur komið fyrir þjóð í svona krísu, það sundurlyndi í ríkisstjórn og það því miður akkurat það sem að gerast núna. Það seinkar allri alvöru ákvörðunartöku sem að okkar mál byggjast mikið á og gerir okkur miklu erfiðar vik því að stóru ákvarðanirnar sem þar eru teknar þær skipta okkur gífurlegu máli. Vil ég það nefna sem dæmi úr fjárlögum síðustu. Ég skal nú reyndar kalla það að hluta til óhjákvæmilega niðurskurði sem að hér varð á ríkisstofnunum og við vitum öll hvað þýðir fyrir okkur Akureyringa í atvinnulegu tilliti og rekstrarlegu tilliti þessara stofnana. Ég vil taka undir með bæjarstjóra varðandi aðkomu allra framboða að fjárhagsáætlunargerðinni. Ég tel að það hafi verið mikið heillaskref að reyna að sameina kraftana við þessar aðstæður þar sem það hefur ekki verið gert og menn hafa nota sína krafta í annað. Þar ástandið mun verra og fer mikil orka í þau verk sem að minna máli skipta. Þannig að ég vona að þetta samstarf haldi áfram á þeim nótum sem það hefur verið og við munum svona í sameiningu brölta í gegnum þetta óyndis ástand sem við skulum þó gera okkur grein fyrir því og það því miður allt og sjaldan fyrirgefið sem það talað þann hátt þetta ástand, tímabundna ástand. Við erum að koma okkur í gegnum erfiðleika tímabil en það munum við gera. Það þýðir auðvitað að það þarf að sætta sig við breytingu á þjónustustigi á nær öllum sviðum sem Akureyrarbær kemur að. Þetta þýðir auðvitað lífsgæða rýrnun hjá nær öllum. Það óhjákvæmilegt. Það bara ein staðreynd sem fylgir því ástandi sem við erum að kljást við. Við skulum ekki reyna að fegra það. Bæjarstjóri minntist hér á forsvarsmenn fyrirtækja bæjarins sem hafa margir hverjir staðið sig ákaflega vel í að hagræða sínum málum en reyna að halda og viðhalda þjónustustigi. Það hefur mörgum tekist afburða vel. Það mun reyna mikið á þetta fólk áfram í samvinnu við okkur stjórnmálamenn í að finna bestu leiðina til að komast í gegnum þetta tímabil með sem mestri þjónustu fyrir sem minnsta peninga. Stór hluti af okkar hagræðingu sem við höfum ráðist í, eins og bæjarstjóri líka minntist á, hefur raun og veru gengið tilbaka vegna aðgerða ríkisvaldsins. Nú ég ekki endilega gagnrýna ríkisvaldið, þeir voru að hluta til að fara í óhjákvæmilega framkvæmdir en það bitnar samt illilega á okkur og bæjarstjóri nefndi hér nokkur atriði í því samhengi áðan. Við höfum fengið breytta kjarasamninga og starfsmat sem hafa hækkað okkar útgjöld og kosta í raun og veru bara talað á skiljanlegu máli aukna hagræðingu í okkar rekstri í framhaldinu. Við þurfum í rauninni næstu misserin að endurskilgreina okkar grunnþjónustu. Við þurfum í raun og veru að raða þessu upp á nýtt. Við þurfum að ákveða hvað það sem við hvorki getum né viljum alls ekki breyta eða sleppa hendina af, en við þurfum líka að ákveða hvaða þættir í okkar útgjöldum eru þess eðlis að okkur óhætt að minnka framlög í þá. Þetta bara ísköld staðreynd sem blasir við okkur næstu mánuðina. Og ég ætla ekki að gera minnstu tilraun til að fegra það á einn eða annan hátt. Það mjög mikilvægt að allir aðilar séu meðvitaðir stærðina á þeim aðgerðum sem eru framöndan. Og þetta undirbúningur bæði í tengslu við starfsfólk á stofnunum að það því verið haga með þeim hætti sem best verður við komið. En vandinn stór, ekki síst vegna þess að við höfum verið að lifa okkar fjárhagslega bestu ár, undanfarin ár, og við þurfum að fara töluvert langt aftur í tímann í árum talið til þess að finna kannski sambærilegt efnahagslegt ástand eða ástand á okkar bæjarsjóði. En það þýðir samt ekki þannig að við séum að horfa upp á eitthvað skipbrot. Það langur vegur þar frá.
Við höfum boðið upp á afburðaþjónustu á, ég segi öllum sviðum. Nú þarf að rifa seglin tímabundið og það þurfa allir átt að sjá að er óhjákvæmileg staðreynd. Það er svo okkar vinna að finna út úr því hvernig þeim aðgerðum verður best háttað. Efnahagslegar forsendur í okkar áætlun hafa ekki gengið eftir. Verðbólgan er tæpur prósenti hærri heldur en við reiknað með. Gengið hefur því miður ekki styrkst eins og við vorum að vonast til. Gerir okkar lánamál enn erfiðari, rétt að taka það fram í framhjálöp eða starfsmenn bæjarins hafa unnið frábært starf við lánaumsýslu, þar að segja endurfjármögnun lána og það starf allt saman við afskaplega erfiðar aðstæður og rétt að taka undir orð bæjarstjóra í þeim efnum að hrósa til starfsfólki sem að þeim málum hefur komið. Bæjarstjóri nefndi líka hér áðan það áætlanir á framkvæmdum sem hafa farið fram úr og nefndi það svona á tiltölulega hóflegan hátt. Hann nefndi Þórssvæði sem dæmi og nú horfum við fram á annað dæmi mjög stórt sem við sjáum fram á að hefur verið vanáætlað sem er byggingin á jarðgerðarstöðinni sem við munum þurfa að endurskoða aftur varðandi fjármögnun. Við erum að tala svo mikla peninga í þessu sambandi í þessum tveimur dæmum sem ég hef nefnt hér, það er að segja uppbyggingu á íþróttasvæði Þórs og svo aftur jarðgerðarstöðina, að ég tel ekki í stöðunni annað hægt en að við nemum staðar og skoðum gaumgæfilega áætlanagerð okkar. Hvernig getur það gerst að svona óskapleg framúrkeyrsla verður í þessum málum? Bæjarstjóri nefndi það hér áðan að áætlunin varðandi Þórssvæði hafi farið 240 milljónir krónur fram yfir. Það er ein tala sem má nefna. Það fer hins vegar alveg eftir í við hvað hann miðar í upphafi, hvaða áætlun var fyrst lögð fram varðandi þessa starfsemi. Ég ætla ekki að tala það mikið núna, það er ekki verkefni þessa fundar, en þetta er hins vegar svo stór þáttur varðandi lánatöku bæjarins og fjársýslu bæjarins að við getum ekki hort upp á þetta án þess að fara vandlega yfir hvað fór úrskeiðis og það munum við gera síðar. Nú, jákvæðu hliðarnar sem að hægt að nefna úr þessum tölum sem hér hafa komið fram auðvitað kannski innheimta skattteknanna sem gekk miklu betur heldur við þorðum að vona. Það auðvitað ljós í myrkrinu. Við vitum í sjálfum sér ekkert nákvæmlega hvernig þau mál munu þróast. Þetta verið afskaplega gott teikn í þessari baráttu og gerir okkur vinnuna þó þetta auðveldari þegar við tökumst á við þetta gat, þennan halla í framhaldinu. En eins og ég hef hér í tiltölulega myrku máli farið yfir, þá býður okkar stórt verkefni. Það er ekkert verið að tala um það að okkar þjónustukerfi fari alveg á kjöl, það er langur vegur þar frá. Við þurfum hins vegar að skoða þetta allt frá grunni og ég held að þessi endurskoðun og endurskilgreining á okkar þjónustustigi á ýmsum sviðum sé kannski það sem við þurfum að fara hvað best yfir og ráðast á vandann frá þeim hliðum. En að lokum bara þá vona ég að þessi samvinna framboðanna haldi áfram á þann veg sem hún hefur verið. Ég er alveg sannfærður það þó að séu pólitískur ágreiningur mörg mál hér í bænum og hefur verið. Þá er þetta þannig verkefni og það er það stórt að það er langfarsælast fyrir bæjarfélagið að það sé unnið í sameiningu en ekki á þann hátt að meirahlutinn stilli þetta af, jafnvel undir linnulausum stórskottarriðum andstæðinga sem oft þurfa ekkert mikið fyrir því að hafa. Forseti óskar eftir að taka til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, það er ljós í myrkrinu í þessari endurskoðun svo sannarlega og þrátt fyrir að niðurstöðu tölur beri og þurfi og verði að taka alvarlega.
Það gefa ákveðna mynd og það verkefni sem við munum fást við núna fram til áramóta í áætlunargerð fyrir árið 2010, hvernig við ætlum að vinna okkur niður í ásættanlegar tölur hér í rekstri bæjarins. Það eru ákveðin atriði í endurskoðunni sem að valda manni áhyggjum. Ég ætla að nefna sem dæmi að framlag til öldrunarheimilina að hækka 50 milljónir, að verða 183 milljónir og það atriði sem afskaplega erfitt fyrir okkur að samþykkja. Við vitum það alveg að öldrunarheimilin fór í mikla endurskoðun á sínu rekstri strax í vor, tálkuðu hann niður eins og hægt var, bæði laun og vörukaup og annað. En þetta er verkefni sem við höfum með á höndum frá ríkinu og erum að borga skattgreiðendur á Akureyri fyrir, sérstaklega. Og þetta er ekkert ný saga. Við vitum þetta og höfum rætt þetta áður hér í þessum stól. En mér finnst vandinn verða að vísu meiri og meiri með hverju einasta árinu. Persónulega ég mikil talsmaður þess að færa verkefni frá ríki til sveitarfélaga og ég að reyna að halda fast í það álit mitt og þá skoðun. En þetta gerir mann dálítið hræddan, sporin hræða þarna. Nú erum við undirbúa árið 2011 yfir færslu á málefnum fatlaðra. Þau hafa verið hér í þokkalegum málum og verið svona því sem næsta nulli undanfarin ár hér hjá okkur. En þarna líka verið að tala að 2012 að aldraði kom yfir og jafnvel fleira. Það eru ýmis verkefni nefnd núna þessi misserinn út af uppstokkunu í ríkisrekstri sem framundan er. Þannig að þetta eitthvað sem við verðum að leggja áherslu á og ég ásamt bæjarstjóri átti fund með fjárlaganefnd í síðustu viku og vöktum athygli þeirra á þessu misræmi. Undanfarin ár höfum við fengið aukagreiðslu eða sérstaka greiðslu frá fjárlaganefnd út af þessu og vitum ekki hvort að hún muni skila sér í ári eða ekki. Og við sjáum það að jafnvel sama gildir heilsugæsluna þrátt fyrir að framlagið þar sé ekki að brota þessari tölu, þá mun sparnaður á einum stað hjá ríkinu leiðir til kostnaðar og hann fellur oftast á sveitarfélögin. Hækkun á tryggingagjaldinu var nefnd hér áðan fyrir sveitarfélögin í heild sinni þýddi þetta 2 milljarða króna kostnaðarauka. Á fundi fjárlaganefndar var nefnt að sveitarfélögin myndi fá eitthvað í sinn hlut út á auknum teknum jöfnunarsjóðs og jöfnunarsjóður þessi hækkun hún skilaði 400 milljónum inn í jöfnunarsjóð. Þannig að það hefur verið að taka dálítið stóran hluta af okkar við erum að greiða mjög stóran hluta og fáum svona nokkrar sárabætur í staðinn. Annað sem framundan er og sem bæjarfulltrúi Jóhannes nefndi kannski ekki í sinni ræðu þau verkefni sem framundan eru kjarasamningar grunnskólakennara sem eru lausir og komist í ákveðið uppnám út af kjarasamningu framhaldsskólakennara sem ríkið var að gera á sama tíma. Og í stöðugleikasáttmála og fleiri sáttmálum var það samið að það yrði engar hækkanir en ríkið gekk þarna undan með hækkun til framhaldsskólakennara og setti þar að leiðandi sveitarfélögin í vondastöðu og í uppnám. Þannig að þetta sýnir manni það að hvaða er mikilvægt að þessi tveir aðilar sem mynda hið opinbera tali saman og svo labbi svolítið í takt sem því miður reyndin hefur ekki verið núna undanfarið á þessum hamfaratímum sem við erum að lifa í dag. En ég engu að síður lýsi ánægju minni með þessi endurskoðun. Þetta er betra heldur en að gera ráð fyrir og ég held að það hafi verið rétt að gera svartsýna spá og við gerðum hér í upphafi árs. Við sáum hér í síðsumars bera svolítið á fjölmiðlaumfjöllunum að Akureyri væri með allra verstu stöðuna. En ég held að núna þegar sveitarfélög eitt af öðru að skila sínum endurskoðu áætlunum sýni það að þeirra áætlanagerð var kannski ekki að raunhæf og að við svona horfðumst í augu við þennan dimma veruleika strax í byrjun janúar og ég held að það hefur verið rétt leið. Nú starfsfólki hefur borið hitann og þungan af þessu verki að draga úr kostnaði. Ferðakostnaður hefur lækkað 45% og mér finnst það vera mjög ánægjulegt. Að það skuli nást, að nýta þá símafundi og fjarfundabúnað og annað frekar. Og þannig að það er hægt að ná árangri þrátt fyrir að í svona litlum upphæðum séð. Og núna einfaldlega lifum við á þeim tímum sem að allar upphæðir, hversu smáar og stórar þeir eru, skipta máli. Varaforseti óskar eftir að taka til máls.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, nú erum við að fara yfir endurskoða fjárhagsáætlun fyrir 2009 og mér langar nú bara aðalega að koma inn upp til þess að hrósa starfsfólki Akureyrarbæjar. Það við fórum á stað með það í upphafi að hrófla ekki við störfunum, heldur að skera alla fitu utan af þannig að allir héldu sínu störfum og það hefur gengið bara alveg þokkalega. Og mér finnst allavega þeim deildum sem ég starfa í, þeim nefndum sem ég starfa í, að þar hafi allir lagst á eitt það að finna allar smugur sem mögulega hægt að hagrað í og leggja sitt að mörkum, og mér finnst það að vera mjög mikil jákvæðni í þessari vinnu það sem af árinu. Og mér langar líka til þess að hrósa þessu samstarfi sem hefur verið á milli minnihluta og meirihluta, og ég myndi svo mjög gjarnan vilja sjá samskonar samstarf hjá ríkisstjórninni. Það væri þá kannski aðeins friðsamlegra hér í þessu samfélagi ef svo væri, en því ekki þannig staðan ekki, þó hún sé svona hjá okkur, og ég held að allavega á meðan að ástandið svona í samfélaginu og við erum að takast á við þetta erfiða verkefni sem við stöndum frammi fyrir, þá sé mjög æskilegt að allir leggi sitt að mörkum til þess að fá sem jákvæðasta útkomu fyrir samfélagið. Það skiptir mjög miklu máli að allir vinni að heilindum að þessum störfum. En við stöndum frammi fyrir svolítið stóru gati og þurfum að halda áfram að leita leiða og finna lausnir, draga úr hér og þar. Við höfðum það ákaflega gott og lögðum vel í víða innan bæjarkerfisins, en staðan bara svo núna að nú þarf að draga saman seglin á ýmsum stöðum, og það okkar. Við erum kosin til þess að vinna þessi störf. Ég hef stundum sagt, það ótrúlegt að fá að upplifa það að vera bæjarfulltrúi í uppgangi og í kreppu. Þetta í rauninni búið að vera ótrúlegt kjörtímabil. Byrja með í rauninni allt leki lindi og hægt að gera ótrúlega margt, yfir það að það þarf að horfa í hver einustu krónu nánast. En það var farið mjög varlega á stað þegar þessi áætlun var gerð, og það vel, því að það kemur ljós að við erum með hærri tekjur en gert var ráð fyrir, sem bara gott og segir okkur það að við reiknuðum þá með ástandinu við verra heldur en það En það sem ég vil aðalega leggja áherslu á, það að við sýnum traust á ábyrga fjármálastjórnun og vinnum saman að því að ná okkur út úr þessum vanda sem við erum komin í. En já, fleira var það ekki. Orðið laust undir 9. lið, fjárhagsáætlun. Baldur Þór Sigurðsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það eru erfiðir tímar og það atvinnuleysi og við sitjum í súpunni af mestu efnahagsmistökum sem gerð hafa verið af mannavöldum í sögu landsins. Og bæjarsjálfur Akureyrar fer ekki var hluti af afleiðingum þeirrar kreppu. Við fórum óvarlega í dýrar fjárfestingar og þurftum til þess lán sem okkur erfið, og við höfum undanfarið árvarla náð endum saman nema með niðurskurði og hagræðingu. En samt fórum við af stað í stórframkvæmdir með lánum sem nú að sliga bæjarsjóð og rekst af niðurstaðan neikvæðan áður í röð. Í þessar framkvæmdir var ráðist þrátt fyrir viðvaranir skynsamra aðila eins og okkar í Vinstri grænum og fleiri. Eigið fé samstæðunar fer úr tæpum 10 milljörðum 2007 niður í rúmlega 3 í ár. Heildarskuldir samstæðunar fara úr 14,2 milljörðum í 23 milljarða
milljarða, já, í ár. Veltufjárhlutfallið var 1,11 2007 og verður 0,56 í ár. Eiginfjárhlutfall var 2007 0,40 en verður 0,14 sem telst hættulega lágt. Einnig finnst mér haldbært fé fullátt. En kannski á þetta nú sínar eðlilegu skýringar miðað við hvernig gengi og annað hefur hagað sér. En þessi fjárfestingargleði okkar hérna gerir það verkum að það þarf að enn og aftur þarf að skera niður á næsta ári og það duglega. Annars fer illa. Rekstur bæjarins nálgast hættumörk innan fárra ára ef við snúum ekki við hallarekstrinum. Einnig fyrirsjáanlegt að við förum ekkert í dýrar framkvæmdir á næstu árum. Við verðum að róa því öllum árum að hafa rekstur bæjarsjóðs í jafnvægi og reyna að greiða niður skuldir eftir getum. Það þó ljós í myrkrinu að útsvarstekjur urðu hærri á árinu en við var búist og mér sýnist að vera ferðaþjónustunni að þakka mestu leyti. Og við þurfum líka að huga að ferðaþjónustunni til framtíðar, þar sem mér hefur nú vist hún vera sá vaxtarbroddur atvinnulífsins. Og ég lít þá til vetrarferðaþjónustunnar í framtíðinni fyrir þennan bæ og eftir það ég hlustaði á erindi upp í Rósenburg daginn, þá samfærðist ég enn fremur að okkar bíða betri tímar og í framtíðinni þá vonandi fáum við jafnmarga skammdegisferðamenn eins og sumarsfrísferðamennina. En þrátt fyrir að það sé hart í ári og útlitið hreint ekki gott, þá munum við að sjálfsögðu taka höndum saman Akureyringar og vinna okkur út úr vandanum. Að sjálfsögðu mun það bitna á þjónustustiginu við bæjarbúa. En með góðum vilja þá allt hægt og með góðri samvinnu allra þá tekst okkur að rétta við hallareksturinn og ég veit að það býð okkar betri tímar. Takk. Næsta tekur til máls Ólafur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég sagði nú úr þessum stóli hér fyrir nokkur eftir að þessi ósköp dundu yfir fyrir rétt ári síðan að ég væri nú bjartsýnn það að menn færi nú kannski ekki eins langt niður og horfði. Ég var svo barnalega bjartsýnn að tala að strax í mars myndi birta. Það nú blessunlega ekki margir verið að minna mig á þetta, en ég hef nú verið að minna sjálfa mig á þetta af og til og ég nú enn nokkuð bjartsýnn. Þessi niðurstaða hér í endurskoðun okkar gefur að hluta til tilefni til þess. Og þó að við eigum fyrir höndum erfitt verkefni sem að ég vona að verði menn jafn samstíga og menn hafa verið fram að þessu, þá mun það takast. Það eru mörg jákvæð teikn í okkar samfélagi. Vissulega eru atvinnuleysistölur háar, en við verðum líka að horfa á þær með hliðsjón af ákveðnum atvinnuleysi sem var hér í bænum undangengin ár. Það eru margt sem gengur vel í atvinnulífi á Akureyri og ég ætla ekki að telja upp þau fyrirtæki sem að þrátt fyrir sum hver með erfiðan fjárhagsbagga eða sem sagt skuldabagga. Það á líka við bæinn. Bæjarfulltrúi Jónas Bjarnason nefndi hér fjárfestingar sem við höfum farið í og við höfum farið fram úr áætlunum og nefndi að það tækjum við upp seinna og ég held að við eigum að gera það. Við eigum að kafa ofan í málun og sjá hvað hugsanlega farið úrskeiðis og hvað betur má gera.
Það að vísu umhugsunarefni og reyndar var rannsóknarverkefni hjá Háskólanum í Reykjavík núna ekki fyrir margt löngu síðan, þar sem sýnir hvernig áætlanir almennt eru að fara úr böndunum. Frændur okkar Norðmenn sem að veifa nú gildum sjóðum eru nokkuð slegnir og það er mikill hriktir í stóðum bæjarstjórnar Osloborgar vegna Holmenkollins endurbyggingarinnar þar. Hvað veldur veit ég ekki, þetta hlýtur að vera atriði sem við eigum að staldra við og skoða ofan í kjölinn. Við eigum ekkert að skýrast við því. Það að vísu hins vegar umhugsunarefni hvað bærinn stór, hvað maður að segja, fyrir að utan atvinnuveitandi en framkvæmdaaðili. Og ef við bara horfum yfir sviðið undangengin ár, við sjáum til dæmis hvað breytingar hafa vorið hér í sjávarútvegi, þó við eigum hér stöndug sjávarútvegsfyrirtæki, við eigum stöndug fyrirtæki í matvælaiðnaði, þá stendur bærinn upp úr sem aðili sem hefur verið í framkvæmdum og haldið hér uppi háu atvinnustigi í byggingar og jarðvegsiðnaði. Og það eitthvað kannski líka sem við þurfum að sitjast yfir og skoða. Hvað veldur? Að kannski atvinnulífið ekki alveg, hvað veldur því ekki að atvinnulífið að ganga kannski alveg í takt við okkur. Þetta aukin og betri þjónusta við íbúana, sterkari grunngerð, sem ekki bara við Akureyringa, heldur önnur sveitarfélög hafa verið að minna íbúan á núna á þessum erfiðu tímum. En ég bjartsýnn. Það grunnstoðirnar, við verðum að vera duglega að minna okkur sjálf á það hvað í raun og veru möguleikar okkar eru miklir og margvíslegir. Næst tekur til máls Margrét Hallgrímsdóttir. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar, ég tek undir þakkir til starfsmanna og hagskýrslustjóra fyrir frábærlega góða vinnu og okkur hefur raunar verið haldið við efnið hér alveg stöðugt og minnt á verkefni sem vissulega stórt og mikið og engin ástæða eða leið til að skorrast undan. En já, ég vil taka undir margt sem hér hefur verið sagt. Vissulega hefur ýmislegt farið úrskeiðis í hagstjórn landsins og heimsins alls og maður sér ekki alveg fyrir endan á því hvernig það mun leysast, en það mun náttúrulega gera það eins og allt og engin ástæða til annars en að vera bjartsýn. Íslendingar hafa komið sér upp úr ýmsum erfiðleikum hingað til og munu árðanlega gera það áfram. Hér býr þjóð sem mikið töggur í, engin ástæða til þess að fyllast vonleysi. En jú, rétt líka það sem að menn minnast hér á, það áætlanagerðin, hún kannski, já, hlutirnir hafa orðið dýrari og ég held sé margar ástæður til þess. Það eru gerða, við gerum hér mikla kröfur, ég held að sé nú bara engin þjóð í heiminu sem gerir annars kröfur og Íslendingar til allra hluta, það alltaf að vera það besta sem völ á og svo þegar lagt á staðjum með framkvæmdir og síðan eru margir sem hafa skoðun á því hvernig það á að vera og þannig að umfangi vex og síðan hefur auðvitað allt hækkað, fjármagn hefur hækkað og laun hafa hækkað og ýmislegt sem gerir það að verkum að hlutinni verða dýrari. Og ég held að það sé nú líka rétt eins og bæjarfulltrúi Ólafur nefndi hér áðan að það mjög athyglisvert hvað bærinn allt í öllu hér í þessu bæjarfélagi. Víða það nú þannig að það eru stöndu fyrirtæki sem að byggja og reka íþróttamannvirki og fleira, en hér eru alltaf öll spjót á bæinn. Og það með ólíkindum hvað þetta litla samfélag hefur byggt upp af íþróttamannvirkjum, skólamannvirkjum og svo framvegis. Þannig að það alveg sama hvaða fólk kemur hér í heimsókn og ég geng hér með eða samferða, það eru allir gapandi yfir þessu hvað þetta litla samfélag býr vel og hvað hér allt glæsilegt, þjónusta, mannvirki og allir hlutir. Þannig að við skulum ekki gleyma því og við skulum vera stolt af því hvað við höfum. Nú, eins og menn segja þá verkefnið áframhaldandi og mikið sem þarf að vinna og ég fer jú fyrir þeim málaflokki sem tekur til sín meira en þriðjung af
skatttekjunum, þannig að vissulega finn ég til mikillar ábyrgðar og ég verð að segja það að starfsfólk á skóladeild og stjórnendur í skólum gera það líka og hafa unnið með okkur að heilum hug við að leita allra leiða til að hagræða og ná endum saman og svo vinna heldur áfram og ég vil þakka öllu því fólki fyrir frábært starf sem og öðrum sem að mér finnst virkilega leggja sig fram að ná góðum tökum á þessu fjármálum okkar og erfiðu aðstæðu sem við erum í. Og ég kvíði því ekkert að halda þessu verkefni áfram. Þetta er ákveðin áskorun, við höfum verið í góðæri og við höfum haft það gott og leyft okkur það sem okkur nánast hefur dottið í hug og nú er bara komið að því að svolítið að spara og maður finnst maður vera svolítið komið bara heim til af og ömmu þar sem maður bara var farið vel með hlutina og hugsa hvað virkilega þarf og hvað þarf ekki og mér finnst þetta svolítið hollt og mér finnst þetta bara áskorun og ég bara tek henni eins og hverju öðru og held að það sé okkur lærdómsríkt og ekki síst þeim börnum og úlingum sem eru að alast upp að það sé ekki bara endalaust þetta að fara í bankan og fá peninga og maður hafi bara engar áhyggjur af því hvernig á að borga eða hvort yfir höfuð þarf að borga. Þannig að ég takka fyrir. Orðið laust undir 9. leit. Kristín Sigvarsdóttir, tekur til máls. Já, forseti og góða bæjarfulltrúar. Ég tek undir það að hér hefur verið unnið á heilindum og hér hefur verið unnið mikil samvinna og samstaða að berja þetta saman og skera niður og brugðist strax rétt við, fannst mér. Og ég verð nú bara að láta það samt til gefa. Við vorum bara í býsna góðri æfingu. Ég veit ekki betur en að sé nú bara ekki nema 1,5 ár síðan við vorum að tróðin í ramma og reyna að byrja að algjörlega stöðva útþenslu í okkar kerfum hvað var það til þess öldrunarheimilin og heilsugæsluna og mér langar til þess að hnykkja á því að ég held að þeir hafa átt erfiðar vika að þrengja að sér í ár heldur en grunnskólarnir heldur en leikskólarnir og ég tek undir það sem kom fram í máli Sigrúnar Bjarkar forseta bæjarstjórnar. Það hefur verið slagur stanslaus slagur við að fá fjármuni til að standa við þetta, til að standa glæsilega og vel að þessari þjónustu og endalausar ferðir til þess að útskýra hlutina og fyrir ráðuneytisfólki, embættismönnum og fjárlaganefnd og ég get sagt ykkur eitt að ég kvíði komandi vetri ef það verður þannig að það verður hert ennþá frekar að heilsugæslunni og öldrunarheimilinu. Og þetta er þannig að þetta hangir saman, heima þjónustan, heima hjúkrun er veitt af heilsugæslunni og mun aukast, ekki gera neitt nema aukast við niðurskurð og þrengingar á sjúkrahúsinu til dæmis og hvort heldur sem því að það var okkar einlæga stefna að veita þjónustu í heimahúsum. Og ég held nú að þetta séu þær deildir sem og ásamt með svo sem fleiri sem við erum að glíma við á fjölskyldudeild eða í félagsmálaráð að fjalla að ég held að verði bara ekkert lengur skorið eða þrengt. Ég veit ekki hvar í ósköpunum það ætti að vera. Og kvíði því ef að þarf að fara að undirbúa ennþá frekar að herða ólinu þar. Takk fyrir. Næst tekur til máls Víðir Benediktsson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil taka undir með þeim bæjarfulltrúum sem að hafa og þakka starfsmönnum bæjarins fyrir vel unnin störf í okkar þágu á þessum þrengingatímum og efast ekki að þeir hafa gert vel og við gætum svo sem alveg séð verri plögg heldur en að við erum að fletta þessa dagana. Þetta er svo sem ekkert, þetta gæti alveg verið svartara allavega miðað við ástandi í þjóðfélaginu almennt. En þetta, ég ætla ekki að draga dul á það að þetta er ekki gott og Íslendingar eru ekkert í góðum málum. Og ég er svona mátulega bjartsýnn eins og ég heyri að bæjarfulltrúar eru misbjartsýnir en
Ég reyna að vera pínulítið raunsær í þessu því að þegar maður horfir á það sem að gerast í landsmálunum, ríkisstjórn sem að virðist varla geta tala saman og jafnvel að klofna eða rifna, og þetta er ekki mjög traustvekjandi og þetta er kannski ekki tími til að lenda í svona krísu. Niðurskurðarhnífurinn er á lofti og óþarflega mikið kannski þar sem að svíður sárast undan eins og í heilbrigðisgeiranum, í öldrunarþjónustunni og svo framvegis. Forgangsröðin hún gæti kannski verið svolítið öðruvísi og svo gætu við kannski aðeins hugsað hvort að ekki hægt að afla meiri tekna líka á móti heldur en að fara endalaust í skattahækkanir og niðurskurð, og það virðist hver steingervingurinn að fætur öðrum setjast í þetta blessað sjávarútvegsráðuneyti okkar og búið að vera síðastliðin 20 ár, og meðan að þorskurinn syndir hringinn í kringum landið hérna sem vannýttur stofn, að þá erum við að tapa peningum. Þetta er alveg skelfilegt ástand og ég fullyrði að það má tvöfalda veiðiheimildir í þorski á morgun á þess að sjáu að þessum stofni. Við veitum hér í áratugi 3, 4 og upp í 500.000 tonn á ári á þess að sæja á þessum stofni, og þessi ráðamenn þjóðarinnar eru ekki að koma auga á þetta í dag. Og þetta er til svo mikill avansa að það hálfa væri nú. Ef við gætum tvöfaldan tekjur okkar í sjávarútvegi frá því sem eru í dag, þá væri margt betra heldur en að við erum að horfa fram á. Og við eigum bara að þrýsta á þetta lið sem að stjórnar þessu að ná í verðmæti þar sem þau eru, og þarna liggja þau. Ljósipunkturinn hérna í þessum bæ er að við erum að sjá hérna verksmiðju rísa hérna út í Krossanesi, álþynnuverksmiðju sem er mjög gott og hefur gert mörgum verktakannum lífið léttara og fyrirtækjum, og þetta er vissulega broddur og sem að við gætum hugsanlega farið að líta í kringum okkur hvort að við getum séð fleira svona og boðið hingað. En þetta þarf ekki að vera svona slæmt og það þarf bara að stjórna. Ég veit ekki hvers vegna menn eru svona fastir í gömlum gildum sem að margbúða sanna að eru handónýtt. Já, til umræði 9. liður fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2009 endurskoðun, og það Hjalti Jón Sveinsson sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta hefur verið mikil skóli hjá þeim Jóni Braga, að vera hjá Jóni Braga og Dan Brynjarsinni í að gera fjárhagsáætlanir og endurskoða þær. Ég hef lært mikið af því sem forstöðumaður opinberra stofnana hér í bænum að vera í skóla hjá þeim, og ég veit að þarna hefur verið unnið mjög gott starf og verður áfram gert af miklu að taka fyrir fjárhagsáætlun næsta árs. En mér langar aðeins að ræða skatttekjur bæjarins og útsvar og hennar opinberu stofnanir eða ríkisstofnanirnar sem eru hér í bænum, og það er vissulega býsna stórt hlutfall starfandi fólks á Akureyri sem vinnur hjá ríkinu. Við erum hér með sjúkrahúsið, við erum með háskólann, við erum með framhaldsskólana báða og fleiri stofnanir. Fjöldi fólks sem starfar við þær, og ríkið fer fram á mikinn sparnað á næsta ári og næstu árum, og nú þegar var byrjað á að draga úr útgjöldum á þessu ári og það er boðaður talsverður niðurskurður á næsta ári og það næsta. En mér sýnist hvað varðar minnst að kosti verkmenntaskólan á Akureyri og okkur haldist að halda úti grunnþjónustu skólans, en það verður sannarlega munu einhverjir finna fyrir því að yfirvinna mun lækka og þjónusta skólans og skólana mun örugglega minnka eins og við þekkjum hér líka í bæjarkerfinu. Við eigum eftir að finna fyrir þessu á ýmsan máta, en það sem vegur þyngst er það að okkur takist að halda öllum þessum störfum hér gangandi. Og það er líka miklir hagsmunir fyrir okkur hér á Akureyri að halda sem flestum störfum, opinberum störfum. Við vitum það að það verða að sameina stofnanir, það verða að fækka störfum, og við vitum að tilhneigingun er sú að fjölga þeim fyrir sunnan og fækka þeim út á landsbyggðinni. Þetta þurfum við að standa vörð við og með öðrum sveitarfélögum. Að gæta þess að þetta verði ekki allt á kostnað landsbyggðarinnar, en vissulega erum við reiðubúin að leggja okkar að mörkum til þess að minnka útgjöld ríkisins eins og bæjarfélagsins.
Takk fyrir. Orðið er laust 9. lið. Það er bæjarstjóri sem tekur umræðuna saman. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég vil þakka fyrir þessa góðu umræðu sem orðið hefur hér fjárhagsáætlun eða endurskoðað fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2009. Eðlilega höfum við kannski komið svolítið víða við í umræðinni. Það er alltaf óvenjulegi tímar og stóri sannleikurinn í þessu máli er þetta sá að við stöndum frammi fyrir sem þjóð meiri erfiðleikum heldur en við höfum nokkurn tímann gert. Og verkefni sem er framundan er ekki bara verkefni bæjarins, það vitum við öll, þetta er verkefni hins opinbera, hvort sem sveitarfélagið heitir Akureyri, Reykjavík, Kópavogur eða eitthvað annað, hvort sem við tala ríkið eða sveitarfélög. Og með sama hætti má kannski segja að verkefni sé ríka verkefni fyrirtækja og einstaklinga og fjölskyldna. Og það felst í rauninni því að við þurfum að laga okkur að breyttum veruleika. Við þurfum að laga okkur að því að við höfum úr minna að spila nú og í nánustu framtíð heldur en við höfðum áður. Þetta er vandinn. Við verðum að viðurkenna hann og taka á honum og ætlast til þess að aðrir geri það líka með svona sanngjörnum hætti, þannig að byrðarnar sem að samfélagið þarf sameiginlega að bera, að við berum þær með svona eins sanngjörnum hætti eins og unnt er. En við skulum ekki láta okkur detti í huga að þetta verði auðvelt. Þetta verður töluvert mikið mál og tekur á alls staðar. Ég er sammála svo mörgu sem hér hefur verið sagt það sem að þarf að skoða og fara yfir og gera betur. Ég er sammála því að við þurfum að verja auðvitað stöðu okkar gagnvart ríkisvaldinu á sama tíma og við verðum að horfast og viðurkenna það að þar liggur náttúrulega fyrir mikill vandi hvað varðar tekjur og halla á fjárlögum og það er bráðnauðsynlegt að taka á þeim halla á næstu árum. Þannig að þegar við erum búin að viðurkenna þetta þá erum við jafnframt orðin þáttakendur í því að benda á bestu leiðirnar til þess. Með sama hætti, hér hefur aðeins verið vikið að því að staða Akureyrar sé með einhverjum hætti sérstök og hér hafi meirihlutinn komið okkur í einhver þau vandræði sem að ekki er að finna annar staðar. Þetta er fjarri öllu lagi. Við höfum einfaldlega verið að hefða okkur með mjög svipuðum hætti og brugðist við stöðu og ástandi með mjög svipuðum hætti eins og önnur sambærileg sveitarfélög. Og okkar staða er ekkert öðruvísi heldur en annarra sambærilegra sveitarfélaga. En vissulega eru vandamál og erfiðleikar, á þeim ætlum við að taka og á þeim ætlum við að sigrast. Það er verkefni framundan. En látum þetta gott heiti í bili, við eigum eflaust eftir að taka á næstu vikum og mánuðum nokkrar snerrur og umræður fjárhagslega stöðu og það sem að þau verkefni sem framundan eru. Ég held sem bara mjög mikilvægt við áttum okkur á því að þó að verkefni sé þó nokkuð, þá er það sannarlega yfirstíganlegt og við þurfum einfaldlega að finna bestu leiðirnar til þess að laga okkur að þessari breyttu stöðu og þá á Akureyri ágætlega bjarta framtíð sem sveitarfélag. Það er í samfærður. Takk fyrir umræðina. Umræður lokið 9. lið og við göngum til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem að samþykkja endurskoða áætlun 2009 að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá komið að lokum dagskrár okkar í dag og fundið slitið 17:36 og við undirritum fundargerð hér í lok fundar. Takk fyrir.